Þegar við erum að skoða efnabreytingar, þá eru náttúrulega einhver efni að breytast, en það eru til þrenns konar efnabreytingar. Við skulum skoða hvað það heitir. Þetta heitir hamskipti, leysing og efnahvarf. En hver er munurinn á þessu þrennu? Í hamskiptum er eitthvað eitt efni, getur verið frumefni, getur verið efnasamband, sem breytir ham. Fer úr að vera í föstu formi yfir í að vera vökvi, það bráðnar. Fer úr í að vera lofttegund yfir í vökva, það þéttist. Við þekkjum hamskipti á vatni til dæmis. Hvernig lítur efnajafna fyrir hamskipti út? Jú, við gætum verið með til dæmis bara gull í föstu formi, verður að, örinn þýðir það, gull í vökvaformi. Hérna er bráðnun gulls. Sama efni báðum megin, það eina sem breytist það er sitt hvor hamurinn, sitt hvor bókstafur sem táknar mismunandi ham hérna fyrir aftan. Leysing er þegar við leysum eitthvað upp í vökva, oftast vatni. Og þetta geta verið föstefni, geta verið lofttegundir. Við skulum skoða til dæmis bara salt, matarsalt. NaCl í föstu formi er sett út í vatn. Ég set AQ. Af því þetta er ekki að fara að blandast vatninu sem efnahvarf, sýnum ykkur það eins betur eftir. Verður að NaCl og hér skrifa ég AQ sem þýðir að saltið er uppleyst í vatninu. Efnahvarf hins vegar er þegar við byrjum með einhver ákveðin efni, tökum bara metan, kveikjum í því, gengur það í samband við súrefni, þá verður til koltvíoxíð plús vatn. Þessi efnajafn er ekki stillt fyrir þau ykkar sem að viti hvað það er. Þá setjum við 2 hér og 2 hér, þá er orðin stillt. Hér eru ákveðin efni sem fara inn í efnajöfnuna, vinstra megin. Þetta verður að þessu. Það er önnur efni hérna megin og hérna megin. Það eru sömu frumefnin, en þau raðast öðruvísu upp. Hér röðust þau eins upp. Hér raðast þau eins upp. Þannig leið og það er ruglingur á hvar stafirnir eru, þá heitir það efnahvarf, alltaf. Þegar það er AQ, er þetta alla jafna leysing, sama efnið nefnir sitt hvorum hamnum, þá er það hamskipti. Það er tiltölulega auðvelt að þekka þetta í sundur ef við erum á borð með efnajöfnu, annars reynum við að ráða í textan er efnið að skipta ham, er það að leysast upp í vökva, eða eru efnin hreinlega að breytast þannig að það er ekki sömu efni sem við endum með og við byrjuðum með.